Nú sitjum við hér í Kakalaskála í Skagafirði og þá röðin komin að þeim manni sem að við rauninni breytir öllum gangi þessara sögu sem við höfum verið að segja. Það sem leit út fyrir að vera endanlegur og fullkomin ósögur Sturlunga strandaði á því að einn af svörtu sauðunum í fjölskyldu Sighvats, bróðirinn Þórð sem kallar var Kakali, hann ennþá til og hermaður við hirð Noregs konungs. Þú þekkir nú þessa sögu, enda stofnaði þú Kakalaskálasíki. Jú, ég hef ég hef alltaf fundist að Þórður Kakali væri svolítið hafður til hliðar, en ég met hann svona einn af mestu mönnum þess tíma, mestar persónuleikann. Hann kemur hér til Íslands með leyfi Hákonar konungs í þeim erindum að gera Ísland að skattlandi, því að Noregs konungur sendi menn ekki heim með öðrum erindum, en það breyttist nú enda síðar, en Þórður Kakali hann kemur hér heim til Íslands, kemur upp á Gásum 1242 í byrjun septembermánaðar og hann með einn fylgdarmann með sér og hann kemur þá og hittir þá móður sína Halldóru Tummadóttir frá Viðmýri sem að þá var fram í Eyjafirði og hún tekur vel á móti honum og fagnar honum, en sagt að hún bresti svo í grát þegar hún gerir sig grein fyrir því að líklega muni hans bíða sömu örlög og bræðra hans sem að Kolbeinn ungi hafði látið lífláta. Og þeir hann og Gissur. Og hann og Gissur, já, saman sko. Þetta sem sagt 1242 sem hann kemur heim. Þetta 4 árum eftir Örlygsstaðabardaga, sem að náttúrulega, þeir voru 7 bræðurnir upphaflega og svo systur, nafn og dóðist þeirra náttúrulega Steinvör Sigurður, sem að Steinvör var höfuðskörungur sagt. Mikill höfðingi. Jú. En sem sé, Þórður úti í Noregi, akkur hann þar? Kannski var hann svarti sauðurinn í fjölskyldunni, vandraði gensi. Ég ekki viss það. En allavega, hann fékk á sig orð, þar sem hann komin í lífvarðarsveit konungs, ytra, fékk á sig orð fyrir drykkjuskap, kráarslagsmál og kvennafar og fjárhættuspill. Þeir voru allir í þessu Íslendingarnir sem voru þarna úti, sko. En það mjög falleg lýsing í sögu sem var skrifuð Aron Hjörleifsson, sem hér hefur í getið það var skrifuð hann sérstök saga, að þegar hann að koma úr mikilli reisu, þá kemur hann þangað í Noregi, þar sem að Þórður var, og sagan segir að hann sér út undan sér, að þarna Þórður Kakali, hann á tali við einhverja heimamenn þarna úti og slær í áhöld og brýnu með honum og þeim mönnum sem hann hitti þetta á barnum, þeim Norðmönnum, og á endanum verður þetta átök og með því að Þórður var öflugur maður og harðleikinn stendur í þeirri sögu, þá fóru hinir mjög varfluta af og lágu margir í öngviti þegar hann kvaddi staðinn allan í rúst. Sem sé, þetta var nú stíllinn á Þórði Kakala þarna úti. Hann var kallaði Þórður sterki, Þórður stóri, þannig að hann hefur verið heljaður menni á þeim tíma. Það algjörlega hreina línur og það sem merkilegt eins og sagan átt eftir að sýna. Við vitum nú hernaðar afrek bæði Snorra föðurbróður hans og Sturlu bróður hans og svo sem Sighvats sem voru ekki mikil. En Þórður reynist vera þessi afburða foringi í hernaði. Já. Ég held að Sighvatur hafi faðir hans hafi veðjað á svolítið rákan hest eða veðjað á Sturlu en ekki Þórð. Algjörlega, og ég bar þetta einhvern tíðan undir þig, vegna þess að Þórður þegar aðeir gáð reyndist nú Skagfirðingum ekki mjög þarfur í hernaði,
að ég sagði, ekki dálítið skrítið að kalla hennar stað Kakalaskála því að hann var nú helsti óvinnur áspyrninga, þá bentið þú mér á sem að mér hafði þá yfirsést, hann var náttúrulega hálfur áspyrningur og líklega hafði hann genin van. Það mjög líklegt. Jú. En sem sé, sagan segir að hann hafi setið að tafli þegar hann heyrir út undan sér, það komið skip þarna til Noregs og það eitthvað maður sem hefur frétt að það hafa verið stór orrust á Íslandi. Hann hefur eflaust verið að bíða eftir fréttum það að Sturla bróður hans búinn að klára að leggja undir sér landið, en maðurinn fram á ganginum Fær aðalfréttir. Hann fær þær fréttir að faðir hans sé dauður, bræður hans fjórir sé dauður, veldi Sturlunga liggi í rúst. Hann leikur samt næsta leik í skákinni og segir þeir slátra fleiru en baulum eða beljum á Íslandi. Já. En 4 ára síðar sem sé, það ákveður hann að halda heim og partur af því örugglega að Gissur að koma út á konungsfund. Svoleiðis að það var nú kannski ekki alveg pláss við þá báða á sama staðnum. Svoleiðis að hann heldur heim og þegar hann kemur heim og lendir á Gásum eins og þú getur að þá í rauninni Kolbeinn einn eftir. Gissur út í Noregi á sama tíma. Hann fer út sama haust. Já, hann er ekki heimasveit þegar Þórður kemur suður. Nákvæmlega, þannig að hann hafði sett þarna Hjalta Biskupsson yfir ríki sitt á Suðurlandi. Já, sendi Hjalta yfir þetta og þegar Þórður kemur svo að Keldum til Hálfdána Másins að þá og vestanmenn koma á mót honum til að taka mót honum og fylgja að þá komast við vestur í gegnum ríki Haukdalana og svona fyrir ofan sveitir mestu. Nei, sannlega hafa þeir farið neðar. Já, það. Ég hugsa að þeir farið neðri leiðina. Já, en þetta er náttúrulega þessi saga þegar hann kemur. Já. Hann hittir þetta móður sína eins og segir og hún veit að nú hann drepinn eins og synir hennar. Já. Hann fer inn að Grund þar sem að Sigríður hálfsystir hans og þau bara verða hrædd því að þau vita Kolbeinn ungi með varðmenn og þeir óttuðust bara einn mann. Já. Og það var Þórður Kakali. Já. Og það líka sagt þegar hann komin upp og hann farið upp á Vaðlaheiði sem ég efast nú reyndar að sé rétt, ég hugsa hann hljóta að fara fram Garðsdalinn. Hann fór Bleiksmýrardal, segir það. Já, inn á Bleiksmýrardalinn. Já. Og að þá sagt að komi flokku Kolbeins manna að Grund. Ríðandi fram að Grund, þá var flokkuðin komin sem átti að taka Þórð, Já, taka hann af lífi. Og þá var hann rétt sloppinn söður, Jú. Og svo kemur hann að Keldum og það náttúrulega þessi stórkostlega saga því að það býr Hálfdán sem náttúrulega einna stór ættaðustu mönnum Suðurlands. Já, hann var náttúrulega Sæmundursson, Jónsson og Loftssonar. Svona í forsvari fyrir Oddavegi á þeim tíma. En þar líka systir þeirra bræðra, Sturlu og Þórðar, höfuðskörungurinn. Mikil skörungur. Og þegar hann fer að leita eftir hvort að Hálfdán sé til í að leggja honum eitthvað lið, að þá Hálfdán hefur nú verið raunsægismaður. Hann segir Hálfdán var í mjög erfiði stöðu því að Helga alsystir hans var kona Kolbeins unga. Jú. Við megum ekki gleyma því. Fyrir utan það að Þórður og hann einir á móti öllu ofurefninu. Svoleiðis að þá það að Steinvör kemur og hendir í hann búrlyklunum. Ég get mér þess til að hún líka hendi í hann nærfötunum sínum og segir þú skalt vera kettlingin úr því að hún lætur manna hest til þess að halda af stað. Hún taki exina og fylgi bröður sínum. Nákvæmlega. Og í rauninni Hálfdána eina sem hann getur gert, hann leggur hann til 2-3 menn, en þarna kemur Tumi til hans, bróðir hans. Og saman ákvað þeir að fara huldu höfði Suðurland, vestur í Dali, þar sem að höfðingjar Sturlunga voru upprunnir og þeir sem menn þá voru til. Þórður fékk náttúrulega mjög öflugan fylgismann sem var Nikolás Oddsson, sem átti nú seinna eftir að giftast inn í Sturlungaættina og búa í Kalmarstungu. Jú.
En sum sé að þetta blés ekki byrlega fyrir honum og leit ekki vel út fyrir honum. Nei, Einn á landinu, alls ekki. óvinnirnir réðu öllu, hann hafði engan mannskap. En hugsaðu sko orkuna í honum að leggja út í þetta. Að með einum fylgdarmanni kemur til landsins til þess að vinna ríki stöðlungan tilbaka og kollvarpa vinni veldi Kolbeins unga. Það sem hann tekur sér fyrir hendur náttúrulega eitthvað sem algjörlega ómögulegt. Ómannlegt í raun og veru. En hins vegar átti hann kannski engan annan kost. Ef hann hefði verið úti áfram allir, Gissur hefði ekki komið út og látið... Hún leiddist úti og hann fannst eins gott að taka sjansinn, held ég bara, sko. Jú, hann kemst vestur í Dali. Já. Og með þess að fá fylgdarmenn sína. Og þar kemur heilmikið af stöðningsmönnum stöðlungana í fylgd með honum, þannig að hann komið með 200 manna flokk í kringu sig. Ekki þegar hann kemur fyrst í Dalina. Jú, fljótlega. Hann hitti náttúrulega manni sem skrifaði söguna. Sturlu Þórðarson. Já, hann fer fyrst til Sturlu, sko. Sem að treysti sig ekki til að fylgja honum. Nei, hann gat það ekki, hann var búinn að hálfu mánuði fyrir búinn að sverja eða þetta lífi sínu. Það ger ekki nú landi með órækju. En samkvæmt samkomulegi þegar við Hálfdán á Keldum, Másas og Þórðar, þá sagði Hálfdán við hann að hann gæti kannski stutt hann eitthvað ef hann kæmi með nokkur lið þarna austur, sko. Jú. Og þá fer Þórðar að safna saman liði fyrir vestan og safna þetta saman 200 manna liði sem hann fer svo með austur Keldum. En það dugði bara ekki til, Hálfdán var bara ekkit... Hann var ekki maður í þetta. Hann var ekki maður í það að fylgja honum, en það var Hálfdán friðsjónda maður og vildi helst ekki standa í neinum deilum við... Eins og eftirlifandi Oddaverjar á þessum tíma virðast hafa verið. Já, þangað til að kemur að Þórði Andréssyni. Já, það önnur saga.